Komið sælir góðir hálsar. Í þessari innlögn ætlum við að skoða runubundin ferli, sequential applications, og við ætlum að kynna okkur nýtt verkfæri til þess að forrita flóknari ferli. Kostir þessa nýja kerfi er að flóknari forrit verða brotin niður í minni einingar og einnig er þetta kerfisbundin leið, þannig að þetta virkar í rauninni á stór og smá kerfi. Þessi tækni sem er notuð byggist í rauninni á því að lýsa ferlinu með einhverju virknigrafi og varpa því síðan yfir í ladderkóða. Og þetta virknigraf, að þetta er svona lítil útfærsla af SFC eða Sequential Function Chart sem er viðurkennt forritunarmál í staðli. Við skulum skoða hérna lítið virknigraf og við sjáum það að við byrjum á einhverjum stað. Við erum með eitthvað byrjunarskref. Þetta er ekkert mjög ólíkt flæðiriti. Við byrjum á einhverju skrefi og til þess að fara í næsta skref að þá þurfum við að uppfylla einhver skilyrði. Og þegar við komumst inn í skref 1, að til þess að ná í næsta skref að þá þurfum við að uppfylla einhver önnur skilyrði og svo koll af kolli. Og þegar við komum í endan að þá getum við annarkvort stoppa forritið eða þá væntanlega farið á byrjun. Sjá að þetta er alveg keimlíkt flæðiritum. Og hvenær er þessi aðferð best nýtt? Að þessi aðferð er best nýtt þegar við erum með einhverja lýsingu, hvort það er munnleg eða skrifleg, af einhverju ferli sem á að eiga sér stað. Að við getum notað þessi tól og ráðist hratt á að greina hver skilyrðin eru, hver skrefin eru og hver í rauninni aðgerðirnar í hverju skrefi eru. Þannig að þetta er svona eiginlega má segja svona documentation tekník. Þetta er það sem kallast líka einnig top to bottom design. Við getum ekki farið beinlínis upp en við getum hoppað inn í skref sem eru fyrir ofan okkur. En þegar við komum inn í þau skref þá liggur leiðin alltaf niður aftur. Og við skulum halda áfram. Við skulum aðeins greina þetta betur, skrefin. Það má skipta þessu í 3 megin atriði með virknigröfin, function chart, að við erum eitthvað sem heitir stig eða skref og það er rauninni lýsingin hvað á að gerast í ákveðinu stigi ferlisins. Þannig að hérna erum við með skref 1, skref 2, skref 3 og hérna inni er þá lýsing hvað er að gerast í hverju skrefi. Svo hérna á milli þessir, þessi láréttu strik hér, að þau gefa til kynna hvaða umskipta skilyrði við þurfum að hafa, eða þetta heitir nú á ensku transition conditions. Þessi umskipta skilyrði hér, að þau segja okkur hvaða skilyrði ferlið eða aðgerðin sem var á undan þarf að geta uppfyllt til að geta haldið áfram. Og svo erum við með einhverja aðgerð og þessi aðgerð kemur hér. Og hvað viljum við að gerist í þessari aðgerð? Það er ákveðnar reglur hvað má vera í aðgerð í gröfunum, að hér mögum við bara lista þær aðgerðir sem eru high og ég mun útskýra þetta betur síðar. En ef við erum með einhverja tæmera, við erum með einhverja útganga eða eitthvað sem eru off í þessu skrifi hér, þá mega þeir ekki listast hér. Þetta er bara fyrir útganga sem eru high. Þetta skýrist aðeins betur síðar. Og við skulum taka bara, sjá hvort ég get ekki svona, og ef við látum þetta í eitthvað kontekst, að við erum kannski með eitthvað færibandið eitthvað og við erum með hérna eitthvað sem heitir start og hérna erum við þá með eitthvað sem heitir til dæmis bara run eða eitthvað, eða hérna erum við með fyrstu skilyrðinni til að við getum haldið áfram. Og þetta getur verið bara eitthvað einfalt eins og við höfum verið að skoða bara einhver svona start
startþrep. Þannig að þegar við startum vélinni þá getum við farið í næsta skref, og ef þetta er eitthvað færiband og við getum látið þetta færiband gera eitthvað, það getur verið að skera fisk niður, að þá er næsta skref, ef við segjum bara að keyra færiband. Þetta var mjög slæmt í hjá mér. Keyra færiband. Svona. Þannig að hvað myndi koma hérna í actions? Það myndi koma í rauninni það sem á að fara on, eða það sem er á að fara í gang í þessu stígi, ekki það sem á að slökkna eða það sem er þegar slökkt, bara það sem á að fara í gang. Þannig að hérna geti til dæmis komið segjum bara conveyor motor sama sem high, og svo erum við með einhver næstu skilyrði, að við getum mótorinn á að keyra alveg þangað til að það er einhver nemi sem nemur að fiskin er komin inn í einhverja skúffu eða eitthvað, og við getum haft þetta bara limit switch 1, að þegar þessu skilyrði er náð, að þá getum við farið í næsta. Og hvað viljum við gera næst? Við viljum kannski skera einhvern fisk, skera fisk, og hvaða aðgerðir eru þar? Við erum til dæmis með, við getum verið með eitthvað sem heitir hnífur 1 sama sem high, hnífur 2 sama sem high. Þetta er bara mjög gróf lýsing. Og þegar að einhverjum skilyrðum er náð, og hvernig við nú að nema það að þessi hnífar séu búin að skera fiskinn, við getum til dæmis látið bara tíma á þetta. Þegar tími er sama sem high, eða þegar einhver tímaliði hefur farið í gang og gefur frá sem merki high, þá erum við búin að segja, hörðu okkur, við erum búin að skera fiskinn. Hann er bara einhvern x tíma að skera hana fisk. Og hvað viljum við gera næst? Við viljum kannski hreinsa skúffuna. Það er ekki mínu besta skrifformi í dag. Hreinsa skúffu. Og hvað viljum við að fara þá í gang? Kannski einhver breyta sem heitir sprauta vatn sama sem high. Ég er bara að bulla upp einhverja breytur. Og svo komum við hérna niður í eitthvað sem heitir endir. Okkur vantar við einhver skilyrði til að komast út úr þessu skrifi hér, og þetta getur verið vatnsskynjari, bara segjum það, vatnsskynjari. Og við getum látið forritið enda hér, eða við getum líka bara einfallega leyft að fara aftur upp og byrja upp á nýtt. En við myndum reyndar að fara kannski með það hingað, nema við viljum starta því í hvert skipti sem við færi hringinn. Þannig að við sjáum vonandi að stig, ef við reynum að áflokka betur á því hvað það er, að það er einhver aðgerð sem næri yfir einhver tíma, þá er eitthvað, við erum að lýsa einhverju ferli, það er eitthvað, við erum komin á einhvern x stað í einhverju prósess. Þannig að þetta er ferli sem næri yfir tíma. Og þetta getur verið 1 sekúnda, þetta getur verið 10 mínútur, þetta getur verið 5 klukkutímar. Þetta er bara einhver tími, þetta getur jafnvel verið engin tími, eða skilyrðin er þegar náð þegar við förum í þetta skref, að þá höldum við bara áfram. Og umskipta skilyrði, eða transition conditions, að þetta er raunverulegur inngangur eða minnisbreyta eitthvað sem er að breyta einhverja stöðu. Við fáum, þetta er svona indikator að við sem búin, við megum halda áfram. Þannig að þetta getur verið raunverulegur inngangur skiptir stöðu. Svona. Við getum þá líka einnig staðhæft að raunverulegir útgangar geta aldrei verið umskiptaskilyrði og raunverulegir inngangar geta aldrei verið aðgerðir. Ég held að þetta sé komið ágætt í þessa innlögn og ég ætla að stoppa hér.